Já, góðan daginn. Við höldum hér áfram í þessu samtali hérna á Bryndís í stjórnmálum. Nú ætla ég að færa með aðeins úr umhverfis- og samfélagsmálunum yfir í heilbrigðismálin. Ég fengi hérna til mín góðan gest, hann Thor Aspelund, sem prófessor í lýðheilsuvísindum og líftölfræði. Hann hefur nú kannski meira verið á skjánum og fengið athygli að undanförnu út af COVID-málum. En það sem að ég hóf nú þessa þætti mína í COVID-inu, þá hafði ég ákveðið að fjalla eiginlega flest allt annað en COVID. Þannig að ég að fá hann hingað til mín núna sem formann skimunarráðs til að ræða krabbamein og skimanir, gildi skimana og hvernig best að standa að þessu. Velkomin, Thor. Takk. Heyrðu, já, eins og ég segi, þú ert formaður skimunarráðs og krabbamein auðvitað mikil meinsemd sem að flestir þekkja með einhverjum hætti til að einhver kringum okkur hefur yfirleitt greinst með krabbamein og þurft að glíma við það. Við höfum í langa tíð verið með skimanir hér á landi fyrir brjóstakrabbameini og leghálskrabbameini og það er auðvitað mikið verið í fréttunum. Þetta hefur verið sinnt af krabbameinsfélaginu. Nú er ekki búið endurnýja þann samning, þannig að það eru miklar svona breytingar í vændum þar sem Landspítalinn tekur yfir brjóstakrabbameinið og heilsugæslan leghálskrabbameinið. Þetta har nú einhverju leyti verið gagnrýnt í umræðunni. En mér langaði aðeins kannski að fá þig til að segja mig frá því skimunarráði, ef ég skil þetta rétt, að þá er þetta svona fagráð, þið eru sérfræðingar, 7 manns í þessu ráði. Það er ekki langt síðan skimunarráð var stofnað, 2018 held ég hefur lesið mig til og ykkar hlutverk er þá að veita yfirvöldum ráðgjöf í því hvernig eigi að standa að skimunum. Er ég að skilja þetta nokkurn veginn rétt? Já, þetta er alveg hárrétt og ég ætla kannski aðeins að bara rekja þetta þá aðeins lengra og það er auðvitað, þetta er góður dagur til að fjalla um þessu mál. Nú er alþjóðlegur dagur í baráttunni gegn krabbameinum. Einmitt ástæðan fyrir við völdum þennan dag. Þannig að það Takk fyrir það. Mikilvægt að muna eftir því og þetta er auðvitað sjúkdómur sem að getur herjað á okkur öll og líkurnar vaksa með aldri og við erum að ævin okkar er að lengjast og það verða þá sífellt fleiri sem greinast og svo framvegis og það er mikilvægt einmitt að hafa skimanir, það er allir sammála það fyrir þessum aðal krabbameinum og þá erum við að tala þessi 3 sem að skimunarráðið fékk það hlutverk að fjalla núna og það er þá brjóstakrabbamein, leghálskrabbamein og krabbamein í ristli og endaþarmi. Það var ekki svona skimunarráð fyrir 2018. Þá var það stofnað af landlækni og við skipuð í það. Já. Þetta er af evrópskri fyrirmynd. Það er sótt þarna í skipulagið sem að svona Evrópusambandið leggur upp með. Okay. Að það sé eitt svona, hvað var kallað svona vísindaráð sem er þá samsett af aðilum úr mismunandi áttum. Og svo með ráðinu eiga þá að vera svona faghópar sem eru sérstaklega að fókusa á mismunandi krabbamein og þeir voru þá líka 3 með okkur í starfinu og voru skipaðir bara stutt eftir að við byrjuðum hana 2018. Við skilum svona bráðabirgðaáliti 2019 og svo aftur áliti í haustið 2020. Þannig að þetta starf hefur verið þá að fara yfir vísindalegan bakgrunn og gagnsemi og líka hugsanlegan skaða af skimunum því það er þetta sem þarf að svo vega saman. Já, það er kannski mitt það sem að mér langaði svona aðeins til að fá að ræða við því ég verð að viðurkenna sem leikmaður og þá taldi maður bara skimunar mikilvægar, maður fær bréfum að maður mæti skimanir og tali trú það að það sé mjög mikilvægt að gera það. Svo reynda voru farnar að berast fréttir af því fyrir allnokkrum árum að við værum ekki alveg að standa okkur nógu vel hér á landi þar að segja að það væri ekki nógu mikil mæting í þessa skimanir. Ég sé einmitt hér frá áliti 2019 að þá eru nú ýmsir punktar taldir til og ég gerir ráð fyrir því að þetta hafi verið ætlað fyrir landlæknir og heilbrigðisráðherra. Þar er talað að ábyrgð á skiminu sé samfélagsleg og njóti víðtæks stuðnings. Og svo tala líka það að stefna byrja því skimanir fyrir krabbamein á Íslandi taki mið af því besta sem reynist í nágrannalöndunum og ýmislegt meira tilgreint hér. Og þá kannski langar mig aðeins að koma inn í þetta sem þú segir, það getur líka verið skaði af skimunum og það er ekki langt síðan þið einmitt lögðu til að aldurinn fyrir brjóstakrabbamein væri hækkaður
úr 40 árum eins og þeir í dag það ekki í 50 ár og reynda líka hækkað hérna í efrabilinu. Þetta olli töluvert miklu fjaðrafoki og maður hefur skilning á því að umræðan hefur kannski ekki verið óbúslega mikil að það kunna verið eitthvað skaði af skimunum. En ég sé það nú þegar ég les í gegnum ykkar skýrslu að þar vísað í rannsóknir og vísindaleg gögn og þú benti mér nú reyndar líka á það að einn meðlimur í hérna skimunaráðinu, hún Ástríður Stefánsdóttir skrifaði grein í Læknablaði núna á dögunum þar sem að hún einmitt að fjalla það að skaðinn kunni að vera meiri en ábatinn. Getur farið með mér aðeins yfir þessa umræðu? Já. Sko í fyrsta lagi þá það nú raunverulega ekki við sem að leggjum til þetta með aldursmörkin. Það til eldra álit. Það var búið að skipa, áður en að svona skimunarráð var til, var stór starfshópur undir stjórn fyrrverandi landlæknis. Sem að, og þar voru margir sérfræðingar. Faraldsfræði krabbameina, frá krabbameinsfélaginu meira að segja. Okay. Já, krabbameinslæknar, hjúkrunarfræðingar. Og þau voru búin að rýna þá í vísindalegan bakgrunn fyrir brjóstaskimanir og voru búin að komast að þessari niðurstöðu að það væri sem sagt, með vísindalegum rökum ætti að byrja við 50 ára aldur á þessari skipulögðu hópleit sem svolítið annað en sem að vera mun eftir að það engin að draga úr því að leið og einhver finnur fyrir einkennum eða hefur áhyggjur út af fjölskyldusögu og eins og kemur fram í fréttablaðinu í dag reyndar, þá skrifar Alma og landlæknir að það er allt annað mál, þá ferðu þetta bara leið til læknis og færð þá aðstoð sem að hann metur og þannig að þetta þessi skipulaða hópleit sem að bara ríkið með kennitölulista og segir bara nú átt þú að mæti í skimun, takk fyrir. Þá eins gott að sé líka bara góð vísindaleg rök á bak við það. Og það sem að umræðan, ég held við getum alveg tekið kannski bara leghálskrabbaminin svolítið út fyrir sviga. Það alveg sátt þau. Þar eru bólusetningar meira segja í gangi. Þeir árgangar eru að koma inn. Það mun allt breytast bara á næstu árum mjög mikið. Og verður bara partur á svona almennri lýðheilsu. Ekkert umdeilt eiginlega. Og maður verður að hlusta til dæmis í dag, ég var nú að hlusta á Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, það var með fund krabbamein og þar bara samhljómur leghálskrabbameinsskimanirnar. Okay. Það að segja að það eigi að stunda þær frá einhverjum, hvað er þetta? 23 ára aldri, sumir segja 25 en við ætlum, hér var bara lagt til að 23 áfram. Já. Og nú ef það breytist, koma nýja vísbendingar, þá eru því bara breytist. En það þarf væntanlega svo ekki að skima þær konur sem hafa verið bólusettar eða eitthvað? Einmitt, það er samt, verður einhvers konar eftirlit samt. Okay. Og en það verður auðvitað þá kannski lengra á milli og sérfræðingar útfæra það bara. Já. Við þurfum ekki að ágjöra því, ég held alls ekki Nei. En þetta var meira með þessar brjóstakrabbameinsskimanir, þær eru svolítið flóknar og það er líka aðeins öðruvísi einmitt sem rakið að þetta mismunandi stað í ferlinu hvort að það frumstig krabbameins eða hvort að það komið krabbamein af stað þannig að og þetta flóknara mál með brjóstakrabbameinin og í yngri aldurshópunum. Við skulum líka bara kannski taka út fyrir sviga að skimun, hópleit að ríkið hefur rök fyrir því, ríki heims hafa vísindalega rök fyrir því að boða fólk í skimun fyrir brjóstakrabbameini á 2 ára fresti eða eitthvað svoleiðis þegar maður nær 50 aldri. Okay. Það bara, og það gera langflesta þjóðir og þjóðir sem við horfum mikið til eins og Bretar til dæmis þegar maður kynnist þessum hópum því að við fórum á ráðstefnu skimanir rétt fyrir COVID 2020 og þá sér maður hvað þetta eru rosalega öflugir vísindahópar sérstaklega frá Bretlandi sem að fara yfir skimanir, allar skimanir bara með reglubundnum hætti og það alltaf í endurskoðun það alltaf þessi hugmynd þetta bara alltaf að vera í endurskoðun
það er ekkert meitlað í stein að eilífu. Þeir eru að skoða reyndar brjóstakrabbameins gögnin núna, veit ég, en það er ekki komið niðurstaða og þeir hafa alltaf haldið sig við þessi 50 ára aldurstakmörk en segja líka alltaf ef það er einhver engin eða grunur eða hræðsla þegar þú ert yngri en 50 þá þetta mætur í læknis eða biður einhvers konar aðstoð eða greiningu eða skoðun. En nú aðeins sko einmitt út frá þessu þá sem já, ok, það er einhverja Evrópuleiðbeiningar sem tala ég man ekki hvort það var 45 eða 50 ára aðeins svona ruglar í þessum með aldursbilið. Já, skal segja bara frá því aftur. En sko svo er það einmitt, við viljum vera svolítið best í heimi, okkur finnst þú gaman að vinna alls konar svona heimsmeistarkeppnir og eitt af því er auðvitað heilbrigðiskerfi okkar sem að ef við vorum ekki alveg viss það fyrir þá held ég við áttum okkur á því eftir COVID hversu gríðarlega mikilvæg það er. Og við viljum einmitt vera með okkur við það sem best gerist í nágrannalöndunum okkar og Norðurlöndin hafa stundum vilja svolítið taka sig út fyrir sviga og vera með betra heilbrigðiskerfi og fær oft þann stimpil heldur en við annar stað, þú nefnir Bretland eða við getum tekið víðar í Evrópu eða Ameríku. Þannig að þá kemur aftur spurningin, ok, þó að Evrópu sambandi sé að leggja eitthvað til eða samtök lækna í Evrópu, getum við ekki gert þetta bara enn betur og er ekki bara skynsamlegt út af því að við lifum jú við það að það greinast konur ungar með krabbamein. Það er þá ekki bara sniður að byrja ennþá fyrir, við þá ekki bara veita ennþá betri þjónustu og öruggara heilbrigðiskerfi. Jú, en þá er rétt að halda áfram aðeins með þetta sko þennan hugsanlega skaða sem getur orðið. Já. Af því að hættan á svona ágreiningum falst í ákvæðum niðurstöðum, hún er nefnilega meiri þegar maður er yngri. Og það er vandinn. Okay. Þannig að það er ekki betra endilega því yngri að það verði meiri árangur af því að það er komið svo hlutfallslega mikið af falskt jákvæðum niðurstöðum og setur fólki í uppnám. Já. Að fá svona greiningu getur leitt til þess að þú þurfur að fara í skurðaðgerð, sýnatöku, getur valdið gríðarlegum áhyggjum og það eru rannsóknir úti sem sýna sko að til að ná árangri í skiminu þarf það að vera með góða mætingu og hún hefur alls ekki verið nógu góð hér en við getum auðvitað bara bætt hana það er auðvitað að setja kraft í það að gera ekki nota það sem afsökun, enginn að segja það bara bæta þáttökuna ef maður ætlar að ná árangri í skiminum fyrir aldurinn neðan 50 ára og reyndar eftir öllum aldri þá þarf að mæta reglulega í skimun þannig að til að þessi ávinningurinn komi í ljós þá þarf við tölum brjóstakrabbamein, kona að mæta alveg systematist á 2-3 ára fresti. Alltaf. Annars dettur út þessi ávinningur. Og mikið af þessum greiningum, og það þarf kannski að gera það bara betur upp. Ég hef ekki fengið nógu góð gögn það og ef þau eru til þá bara, vonandi getum við séð þau betur. Hvað af þessum greiningum má þakka skimuninni? Frekar en að einhver var meðvitaður að það væri eitthvað að og fór til læknis. Okay. Það er svolítið munur þar á, sko. Greip skimunin, krabbameinið, eða greindist það bara að því að það var komið fram einkenni. Svo er alltaf þessi spurning, það er alltaf svona viss tími, sko, sem líður, segjum að þetta sé tímabil frá greiningu að því sjúkdómurinn tekur sig upp, skimunin grípur hann hér, þú finnst fyrir einkennum hér, það er alveg sama tímabil sem líður raunverulega þangað til að sjúkdómurinn fyrir að gera vart við sig, svona einhverju ráði. Þannig en það er alveg vísbendingar og það sem er rökin fyrir, sko, sumir segja sér rök fyrir brjóstakrabbameinsskimunum af því að þá lækkar dánarhlutfallið vegna sjálfs krabbameinsins. Okay. En á móti kemur að það lækkar ekkit endilega dánarhlutfallið yfir höfuð, af því að það koma bara önnur dánarársakir í staðinn. Og þá er ég að meina, fólk sem að fær greiningu, og það getur verið fölst greining líka, því er hættara við að fá aðra sjúkdóma, hjartaáföll til dæmis, það verður ekki verið mikið talað um þetta. Nei. Það er töluvert andlegt álag að fá þessa greiningu, það getur leitt til hjartaáfalla og í stórum hópi eru það kannski nokkur tilfelli sem vega þá á móti ávinningnum af skimuninni. Okay. Fólk verður hættara við ýmsum slysum, það verður utan við sig, getur lent bara í utanaðkomandi áverkar, það sýna til dæmis
svona sjúkrahúsgögn frá Svíþjóð að stutt eftir greiningu eikast mjög líkar og alls ekki svona óhöppum og tala aftur hérna hjarta og heila áföll jafnvel. Þannig að þetta þarf svolítið að vega og meta saman en aftur þetta þarf ekki að gilda eilífu að þetta sé svona, kannski fleygir tækninni fram og þess vegna við aftan bara verið að endurskoða þetta en það sem við verðum að gera sem skimunarráð, við verðum að segja að það engar þjóðir að halda því fram að það sé endilega betra að byrja fyrr. Það eru nokkrar undantekningar og eina af þeim Svíþjóð og Tyrkland og Mexíkó og eitthvað eitt land viðbót sem byrja við 40. Það eru nokkrar þjóðir sem byrja við 45 og síðan langflestar við 50 og þetta allt byggt á þessum vísindalegum rökum. Ástæðan fyrir því að Evrópusambandið framkvæmdastjórnin gefur út svona tilmæli þessar brjóstaskimanir og orðalagið svona það ekki mælt með svona hópleit skimunum milli 40 og 45 ára. Þetta við erum að tala hópleit í einkennalausum konum, bara að ríkið að boða því í heimsókn. Það eru við að tala um. Við erum ekki að tala um það að konur finni fyrir einhverjum einkennum og leiti læknis, þá eiga alltaf að hafa aðgengi að því að fara í slíka, já. Og það getur vel verið nefnilega og maður þegar við erum að skrifa eitthvað svona álit og þá gleymist kannski að gera ráð fyrir að segja allt svona nógu skýrt. Já, og ég held að það hafi bara líka verið gert hérna og kannski fór umræðan svolítið hratt upp. Já, fólki var mjög brugðið. Já, þetta svona róttæk breyting. Ég skil það bara vel. Já. Og það einmitt eitt það svona, hérna tók ég einmitt út að þið talið að það sé mikilvægt að það sé svona samfélagsleg og pólitískur stuðningur við aðgerðirnar og bara svo því sé til að haga haldi að þá voru þetta ákveðna tillögur sem komu fram hérna frá ykkur, eða ég líti á þessum tillögur til ráðherra og ráðherra hefur frestað hérna þessu, þannig að það enga breytingar yfirvonandi eins og staðan í dag. Og það alveg rétt, ég fann einmitt líka í þessum gögnum bréf sem hafi verið skrifað til þáverandi heilbrigðisráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar. Einmitt það sem líka var verið að tala um þessi 50 ár og það fór ekki hærra þá, ég gerir ráð fyrir að ráðherra hafi ekki samþykkt það, þannig að allavega komið ekkert inn í umræðuna. En það sem ég kannski svona svolítið að velta fyrir mér og ég held að skorti þá aðeins einmitt inn í þessa umræðu, það eitt eins og segir að ríki sé að boða þig í einhverju skimanir og það sé verið að í rauninni leita einhverju meini í einkennalausu fólki og annað svo þetta einstaklingsbundna heilbrigði og að fólk fylgist með sínum líkama og sínum einkenn og leiti þá læknis og eigi þá alltaf góðan og greiðan aðgang að greiningum. Mér langar aðeins áður við höldum áfram að spyrja út því þú sagðir að það væri aukna líkur ef ég skildi þér rétt eða hvort ég lasa einhvers staðar að eftir því sem yngri þá eru meiri líkur kannski að séu einhvers konar frumubreitingar sem svo ganga tilbaka eða valdi ekki krabbaminn og það sé þá þessi hætta á ofgreiningu. Já, það eitt partur af því til dæmis sem kannski aldrei neitt, bara hægvaxandi, myndi ekki ná að gera þér neitt á 100 árum. Það gæti svona skoðun eða skimun leitt til þess að það vil lengi taka sensin á því að gera ekki eitthvað, skera upp eða eitthvað þegar svoleiðis. Þannig að þá ertu búin að lenda í óþarfu inngripi og þar með líka líkur á ýmsum óhöppum og sem fylgja alltaf svona aðgerðum og svoleiðis. Þannig að þetta þarf að vega og meta. En aftur að það kannski ekkert svo mikið aftur að það samt eftir 50 ára aldurinn og líka til dæmis eins og þú segir og kannski við farum minna fyrir og að fara upp fyrir 70. Við erum að lifa lengur. Akkurat. Meðalaldur greiningu 62 ár minni mig og gæti jafnvel bara farið hækkandi. Þannig við erum að leggja til að teygja okkur aðeins ofar og það eru við taka, því þú segir getum við gert betur, já, þannig eru við að taka skref á undan öðrum. Við erum að teygja okkur ofar. Það eru aðrar þjóðir og þetta alveg í anda líka tilmælana frá framkvæmdastjórninni, en aðrar þjóðir hafa aðeins verið að bíða með þetta. Finnar held ég, við lítum, að því þú segir líka við lítum til Norðurlandana, við lítum mikið til Norðurlandana mitt og við höfum þó að Svíþjóð skeri sig aðeins úr,
en þá eru Danmörk og Noregur og Finnland með þessi aldursmörk við 50 ár. En Finnar hafi mitt verið að segja að þeir séu að íhuga þetta með 70-74 líka. Já. Þannig að við sko, við eigum með mitt að horfa, mér finnst sko einhvern veginn, mér finnst svona Bretland svona næstu því eins og Norðurland, finnst mér sko, en mér finnst einmitt um að horfa til Norðurlandan og Bretlands og svo hefur mér líka fundist gott að skoða hvað Kanadamenn eru að gera. Já. Og þeir eru að gera svolítið svipað. Okay. En það sem ég sé núna eftir á að því að þetta varð svona, já, það má nú segja að orðið hálfgert sko, svona, það varð ótti og umræðan fór svolítið hátt á svona hratt upp sko eins og það væri verið að taka af einhver réttindi eða skilja fólk eftir í óvissu eða hefði ekki lengur aðgang að heilbrigðiskerfinu einhvern veginn, jafnvel, en það er ekki þannig. Nei. En þá líka velti ég fyrir mig núna þegar ráðherra hefur frestað þessari ákvörðun og við ætlum samt að halda okkur við að fara í efri aldursbilið. Sko hvort að það sé þá ekki bara leið að halda áfram að bjóða upp og boða skimanir frá 40 ára aldri en leggja þá allt kappi að ná upp auknu hlutfalli frá 50 ára aldrinum þar sem við höfum svona ekki verið með nægt stórt hlutfall sem að mætir í skimanir þannig að sko kappi sé kannski lagt þá á það frá 50 ára þó að hinum standi en þó til boða að koma í skimanir frá 40 ára aldrinum. Já, ég held að þetta sé nefnilega akkurat bara alveg rétt hjá þér. Já, þannig að það var einhver svona nálgun sem að við ættum að geta náð einhverju svona meiri sáttum og meiri árangri. Og kannski bara, kannski hefðu átt að túlka bara bókstaflega það sem að framkvæmdastjórnin í Evrópu segir. Að hún segir, við mælum ekki með 40 til 40, eða sko þessu aldurspili 40 til 44, en segja suggest 45 til 49. Hvað þýðir það? Það þýðir að þú gæti til dæmis verið boðaður í skimun, að bara alveg svo í kerfi, þú væri bara í þessu skimanakerfi, þannig að allir fá athygli og fræðslu og sko, kannski fyrirbyggjandi ráðleggingar líka, því við verðum að munna að það eru líka áhættu þættir sem við getum kannski unnið með, við getum hugsað um okkur sjálf líka, taka ábyrgð á eigin heilsu, og þá er ég að hugsa sko reyndar eins og, já, Kanadamenn svona gefa það svolítið í skyn að þegar þú ert yfir 45 að þá getur þú svolítið fengið svona val, þú getur verið, og Ástralíumenn gera þetta líka og þeir gera reynda frá 40 þannig að við getum kannski útfært okkar leið hér í svona samræmi við það sem aðra þjóðir eru að gera á þessu aldurspili 40 til 49 ára að þú getur svona komið í alla þessa þætti skimunar en fengið að taka upplýsta ákvörðun hvort þú vildir fara í nákvæmari greiningu sem felur í þessa myndgreiningu sem að þá er til þess að greina einhvers konar byrjun og krabbmein og þá getur þú sko og Ástralíur eru sem sagt með svona búin að búa til mjög flott svona form svona spurningalista sem þú ferði yfir til þess að þetta vega og meta viltu taka þessa áhættu núna og svo eins og þú segir við getum kannski gert upp skimanirnar með mætingarhlutfallið mitt stemt að ná upp fyrir 70% allavega sem þær þurfa helst að vera, þar hafa bara verið í 60% fyrir 50 ára pluss líka alveg sama fyrir 40 til 49 ára allir séu meðvitaður þessa hættu og allt það en svona að árangusmeta þetta frá því að við náum upp sem bestri mætingu eftir 50 ára. Akkurat. Ég myndi, en tíminn hleypur, en það voru fleiri atriði sem ég langaði að ræða við þig. Svo er það þetta breytta fyrirkomulag og eins og þú sagði sko, ríkið er að boða þig og hafið þið í skimunaráði sem sagt sterka skoðun á því hvort að þetta þurfi eitthvað að vera rekið af hinu opinbera? Og þá átta ég mig á því að það eru mismunandi þættir. Auðvitað er eitt að vera með þessa svokölluðu krabbameinsskrá eða halda utan um það bara kennitölur og boða og hver kemur og annað og hitt hver framkvæmir skimunina. Hvort sem það sé legháls eða brjósta eða við ætlum nú líka að fá að reyna aðeins að ræða við hinn krabbameinin. Voru þið með í ykkar ráðleggingu með niðurstöðu einhverja svona
ráðleggingar hvað þetta varðar eða takið einhver afstöðu til þess og ég auðvitað núna svolítið að koma inn á ekki krabbameinsfélagið eða sko einhvern ágreining sem að greinilega hefur einhvern veginn orðið þar heldur bara almennt það hvernig við byggjum upp heilbrigðiskerfið. Nú eru náttúrulega margar konur sem hafa kosið það bara að fara til sín kvensjúkdómalæknis og láta hann taka þetta próf fyrir leghálskrabbameininu og mann finnst það eðlilegt að það geti bara haldið áfram. Voru þið með einhverja skoðanir á þessu? Já, en einmitt, þarna bara því á því sem þú endaðir, skilurðu, að þú getur þetta með að fara sjálf og láta taka sýnið. Það er kannski einmitt að vera svona skref í svona skráningu og uppgjöri. Okay. Að það partur af þessu opinbera hópleit eða skimunum eða það þitt frumkvæði svona eins og við kalla kannski tækifærisskimun. Okay. Getum við einhvern veginn komið upp svona góðum grunni þannig til þess að þú færð boð og þegar ef það hittist þannig á að þú ert akkurat hjá kvensjúkdómalækni að þá meguru nota þá heimsókn sem skimunarheimsóknina. Já. Þetta svona fara að útfæra allt. Okay. Eða átt að fara bara tvisvar, átt að mæta bara í opinbera skimunarkerfi og svo líka í læknisheimsóknina þína persónulega. En sem ég persónulega myndi aldrei vilja. Ég myndi alltaf vilja hafa þessum fæstar slíkar heimsóknir og það verið eðlilegt að einstaklingurinn hugsi þannig og mörgum kannski líður bara vel að fara til síns læknis og vill ekki fara til einhvers annars. Meina, þá eitthvað sem mælir gegn því að það sé framkvæmt með þeim hætti? En þetta þarf þá að útfæra. Og ég veit sko að Slóvenía sem glímdi við leghálskrabbameins háatíðni, þeir tóku þetta skref að taka aðskilja þetta svolítið. Okay. Það væri mjög skýrt hvenar þú værir að taka þátt í hinu opinbera skimunarferli og hvenar þú værir að sinna bara þínum eigin heilbrigði. Og þeir ákváðu svolítið að þetta að vera svolítið strangt og þú ættir eiginlega bara að taka þátt í einu opinbera skimunarferli í varðandi skimun fyrir leghálskrabbameini. Sko. Þannig að þeir tóku svolítið skref að leyfa þetta ekki. En nú áttum ekki alveg hver eru rökin? Er ekki aðalmáli að fólk fari í skimun og að við fáum einhverjar upplýsingar það og getum haldið einhverja skrá? Já, skiptir máli hver framkvæmir það? Já, það getur aðeins verið því að það er aðeins spurning hverjar hafa aðgengi að því að geta farið í svona tækifærisskimanir til kvensjúkdómalæknis. Hafa allir sömu möguleika. Og það að gefa okkur það einhvern falska mynd af því hvernig gengur að berjast við krabbameinið. Og þetta eru þættir sem þarf að vega og meta og þeir vilja meina að þetta við gefi góðan árangur og rekja þetta og þetta er ein af svona kölluðum, ef maður fer inn á vef Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar þá er þetta ein af svona success stories í baráttunni gegn krabbameini núna. Þannig að það er margt svona sem að virkar skringilega en getur síðan, og þess vegna er þetta svolítið flókið mál sko, og mann finnst þetta sjálfum svona, já, þetta er svolítið merkilegt. Man getur fundist margt svona mótsagnarkennt í þessum skimunum, af því þær eru svolítið, þú veist, þú hugsaður út í það, er svolítið skrýttan, menn að vera að kalla inn einkennalaust fólk og einhvern veginn skoða það og safna það gögnum. Meina, og það er alveg rök fyrir því, en þetta þarf einhvern veginn að vera skipulagt og vel skráð svo þú getur gert þetta almennilega upp. Og við þurfum kannski bara að ákveða þetta, þarf endilega sko bara heilsugæslan að gera þetta, þú varst að tala um það sko. Við í skimunarráðinu, maður skoðar álitið okkar, við erum til dæmis stendur bara bókstaflega að leitastöðin í Krabbavog að vera áfram virk. Já. Við erum ekkert að taka afstöðu til þess. Nei. En það skín samt alveg í gegn að við erum hlynnt að opna meira á skimanir. Að þú getur líka farið í heilsugæsluna. Já. Og þetta verður partur svona. Þannig að þið eru þá fyrst og fremst að tala um aðgengið. Aðgengið. Já, það skiptir ekki endilega máli hvort það sé einhver sjálfseignarstofnun eins og Krabbameinsfélagið eða heilsugæsla rekin af ríkinu eða heilsugæsla rekin af einkaaðilum eða sérfræðilæknir út í bæ. Nei. Svo lengi sem það sé jafnt aðgengi. Já, það er aðgengi sem skiptir öllu máli. Já. Þá langar mig að koma aðeins inn á það að krabbamein í ristli og endaþarmi. Þetta er eitthvað sem við höfum rætt um lengi og ég fann það til dæmis að það var sko samþykkt þingsályktunartillaga sem Drífa Hjartardóttir flutti og ég held hún hafi þurft að flytja hana nokkrum sinnum á þinginu, fekk hana loksins samþykkta 2007 og þá átti ráðherra að hefjast handa og skimanir átti bara að hefjast þarna 1 eða 2 ára seinna.
Kannski það tilkomið vegna ártalsins 2007 og svo það sem gerðist 2008 og 2009. Það allavega það sem ég hef lesið mig til. Ég sé að hérna í einhverjum bæði ræðum og álitum að þá var Kristján Þór komið langt með þetta, Svandís fær þetta núna í fangið og ég í rauninni spyr bara af hverju erum við ekki búin að hefja skimun fyrir þessum krabbameinum? Já, þetta líka að því að þetta ekki alveg svona klift og skorið með þetta krabbamein. Hvað best að gera? Og það eru líka meiningar það. Og meiningar innan krabbameinsfræðinga og læknastéttarinnar en það þurfti kannski bara þennan tíma einhvern veginn til að ná lendingu en hún komin þannig að það komin sátt í stéttinni og meðal ég skynja það af því það var komið þetta álit og það var samþykkt. En býtu, útskýri það þá fyrir mig, í hverju felst svo sátt og hvernig sjáum við þetta fyrir okkur? Þá nefnilega, sem mér sjálfur og okkur í skimunarráði finnst auðvitað skynsamlegt, við erum búin að fara yfir þetta og samþykkja þetta, að þú færð það verður komið á skimunarferli á Íslandi. Það verður þannig að við 50-aldurinn þá ferði svona svo kallaða skimunarspeglun hjá sérfræðingi sem speglar, og svo vitum við bara að það geti skilað einhverjum forstigum sem þarf að vinna á meira en nú ef ekki þá áttu að geta verið nokkuð róleg svona næstu 10 árin. Já, og þá myndi samt vera boði þessi svokölluðu hægðapróf sem eru í gangi sem virka alveg vel á 60 ára pluss. Það kannski effektívar að nota speglunina fyrst þarna við 50. Og já, ég bara mjög ánægð með þessa niðurstöðu og við öll í skimunarráði og vona bara að þetta verði sett af stað. Já. Þá ætla ég að segja við þig að eftir ég fór að lesa þetta allt saman og kynna mér þetta, þá fór ég sjálfur í svona tækifærisskimun. Skilur það, því það ekki skimun í gangi, ríkið var ekkert að boða mig, ég bara sjá að ég ætti nú sjálfur fyrst ég að mæla með þessu, ég var nú að prófa þetta. Og ég gerði það og það var ekkert mál og ég vona bara að þetta komist að stað og að aftur að þetta verði þá aðgengilegt fyrir alla. Þá ertu í rauninni að tala kostnaðinn, landsbyggðin, hvar þessi læknar eru og það, einmitt. Og þeir fullir alveg að þeir geti annað þessi sérfræðingar sem eru hér á landi og eru þetta mjög flinkir, það ekki nokkuð vafi. Nei, akkurat. Það væri nú, held ég, til mikill að bóta ef við getum nú hafið þetta, það ekki? Jú. En þá kannski bara einmitt aðeins að enda á því að nú ert þú prófessor í lýðheilsuvísindum og lýðheilsa eitthvað sem við erum svona í auknum mæli farin að ræða og eitt af þessu kannski þessi skimunarþættir, en þú komst nú inn á það. Það ýmislegt annað. Hvað nú vitum við að heilbrigðiskerfi okkar það vex og kostnaðurinn mun fyrirsjáanlega vaxa alla framtíð eins og kannski inn á við erum sem betur fyrir við lifum lengur og í mínum huga engin sérstakur kostu við það að lifa lengur nema maður sé þá líka heilbrigður og getur notið lífsins. Tæknin eykst og getur hjálpað okkur áfram en svo glímum við þessa svona lífsstílssjúkdóma. Hvað myndir þú segja, hvað væri svona næstu skref okkar hér á landi til að bæta lýðheilsu? Hvar finnst þér mikilvægast að stíga niður fæti? Já, það er auðvitað mörg að taka. Við höfum náð miklum árangri í baráttunni við reykingar og ég vona það bara haldi áfram. Auðvitað umræða núna ég held við erum með gott mataræði, það er ekki spurning. Nei. Við erum bara með svolítið mikið af því. Þannig að við verðum kannski að læra svolítið á þær kringumstæður. Það sem að hrjáir okkur svolítið mest núna, sem að kannski fólk áttar sig ekki á, það eru ýmis svona afleiðingar af okkar bara daglega lífi, þessari kyrrsetu. Það eru stoðkerfisvandamál og svona. Ertu komin á stóllinn drepur? Já, við erum svolítið þar, Þannig að ef ég á að segja eitthvað eitt, þá væri það kannski svona vakning það að við þurfum að, við erum meðal þyngstu þjóða í heimi því miður. Þarf ekki að vera eitthvað alls slæmt að vera aðeins og þungur eitthvað, það má bara ekki vera of mikið. Við þurfum ekki alltaf kannski að fara út úr svona öfgar að
að allir verið að vera bara akkurat í einhverju normi sko. Það má alveg vera smá sveigjanlegur sko. En bara ekki fara að missa þetta út á höndunum. Við þurfum svona kannski segja fólki frá því meira og þetta með kyrrsetuna og vera kannski sveigjanlegri með ýmislegt svona í daglega lífinu með því að hreyfa okkur í daglega lífinu og svona, kenna okkur það. Þessar öfgar í mataræði til dæmis, bara við þurfum að læra meira á mat, hvernig á að fara með hann. Maður sér alveg að þetta allt í vinnslu, það gott fólk á mörgum vígstöðum, vinna í sykurneyslu okkar, sykurskatti, það verður nú eitt örugglega sem þetta er að deilum. Já, við getum kannski tekið alveg sérstaka þátt það. Já, ég held það nefnilega. En þetta svona stóru málin. Og svo eitt bara í lokin, að því að aftur þetta, ef maður les ráðið okkar, þá eru það skingast alveg í gegn að við erum alveg svona ánað með þetta færi svolítið inn í opinbera kerfi samt, svona utanumhaldið skimanirnar. Að því að eitt sem að fylgir því þegar við eldumst, þá munum koma og á næstu árum, það munum koma ýmis töfratól og miklir, tillögur lausnir að skima okkur fyrir allu hægri og vinstri. Og þá eins gott að við höfum smá stjórn á hlutunum, því við vitum alveg að það fullt af hlutum að núti sem að, einhver sem við segist geta séð hvort þú sérst við góða heilsu, takið í einhvers konar hvað kallar það heilskan í einhverju CT-tæki en það gerir ekkert gagn, það alveg klárt sko. Og þá eins gott við höldum aðeins svona pössum upp á það að missa okkur ekki út í svona einhverja vitleysu, skimum þar sem árangurinn alveg ótvíræður. Já. Heyrðu, við getum örugglega verið sammála það og tekið undir það. Takk kærlega fyrir þetta Thor og ég held að þessi umræða muni halda áfram. Sjálf hef ég lagt fram fyrirspurnir bæði til skriflegs svars og munnlegs svars við heilbrigðisráðherra þessi mál og ég held að sé mikilvægt að við tökum svona umræðuna og yfirvegan hátt og auðvitað náum einhverju lendingu sem annars vegar sáttum og auðvitað númer 1, 2 og 3 skynsamlegt fyrir lýðheilsu þjóðarinnar. Svo kannski minnum við bara alla á að standa upp úr stólnum og teygja aðeins úr sér og hreyfa sér reglulega. En ég ætla að láta þessu lokið í dag. Ég ætla að halda áfram aðeins í heilbrigðismálunum. Að viku liðinni verður Marín Þórsdóttir hjá mér og hún fer fyrir Rauða krossinum hér á höfuðborgarsvæðinu og við ætlum aðeins að ræða svona skaðaminnkun, eiturlyfin, nýlegt frumvarp ráðherra að sem sagt taka út refsingu fyrir neysluskömmtum og aðeins að fara inn í þessi fíkniefnamál líka. En kæra þakki fyrir og takk Thor fyrir að vera með mér.